Heil og sæl og velkomin þáttinn milli himins og jarðar. Í dag ætlum við aðeins að skoða það hvernig það að vera kvíðinn unglingsdrengur í skóla. Ganga kannski ekki sérstaklega vel í náminu þannig að sjálfsmyndin kannski ekki upp á sitt besta hvað það varðar. Skólinn sjálfur sér kannski ekki sá staður eða sá vettvangur sem að styrki sjálfstraustið hjá kvíðnum dreng sem að finnur sér vanmáttugan þar og hvaða sem að svoleiðis strákur, því ég veit að þeir eru allmargir, getur gert til þess að styrkja sig, styrkja sjálfsmyndina og finna sér vettvang til þess að svona eflast og þroska hæfileika sína. Og til þess að ræða þetta hef ég fengið mjög góðan gest, hann Rúnar F, eins og hann nú oftast kallaður. Rúnar Freyr Rúnarsson, tónlistarmaður og vertu velkomin. Þakka fyrir. Og ástæðan fyrir því að ég fæ þig til þess að ræða þetta sú að ég man mjög vel eftir því. Þú talaðir eins og í æskulismessu í Akureyrarkirkju og varst að syngja og spila sem nú svona þitt aðalstarf að vera tónlistarmaður og þar ávarpaður unglingana sem voru saman komin þarna og sagði þeim svolítið frá því hvernig þér hefði liðið í skóla og þér liðið ekkert alltaf vel í skóla. Og talaður það og talaður þinn kvíða þegar þú varst unglingur og sjálfsmyndina og túrettið sem að þú hefur lifað með, alveg bara frá því að þú varst krakki. Guðskjöfin eins og ég kalla. Já, Guðskjöfin eins og ég kalla, og komum kannski því eftir. Og þess vegna langaði mig bara að fá þig hingað því þú gerðir þetta svo fallega, man ég. Og ég veit að líka kannski margir hérna á Akureyri og bara víða land sem að þekkir til þín, þú ferð víða og spilar, sem að sjá náttúrulega fyrir sér bara sjálfsöruggan karlmann sem kemur fram og syngur eins og að drekka vatn og á þess að vita það, sko, hvernig vegferðin hefur verið. En þú veist, til að byrja með, viltu þá segja okkur aðeins frá því, hvernig var svona þín skólaganga? Skólaganga hjá mér hefur væntanlega bara verið, eins og hjá flestum krökkum, svona lengst af, sko. Já. Ég hef ekki verið svona 10-11 ára því ég fór að taka eftir í sjálfur að ég var svona eitthvað aðeins öðru sinni aðri, sko. Ég var með út af þessum Tourette sem ég... Kom það bara fram þá, eða? Já, sko, mamma segir við mig allavega, hún hafði vitt þetta bara þegar ég var 5-6 ára gamall að það var eitthvað. Hún vissi ekkert hvað þetta var, samt, sko. Nei. Og það voru þessi, þannig við förum að því það áhorfendur kannski ekki allir sem að þekkja Tourette dæmið. Já. Sko, kom þetta strax fram sem einhverjir kækir? Já. Já. Hjá mér, ég var alltaf með einhverja kæki og þegar einn fór þá kom annar. Já. Og stundum var ég með 2-3 í einu og annað, en svona slæmt. Já. Við heldum alltaf bara að þetta væri kækir og sem bara letti á krökkum, sko, að vissu leyti, nema það var svolítið mikið hjá mér oft, sko. Já. Mömmu grunna að það var ekki allt með feldu, sem maður segir, það var eitthvað meira, sko. Já. En svo var það þarna 10-11 ára gamall, þá finn ég það sjálfur, sko, að ég hef bara enga stjórn á þessu, sko. Nei. Og þetta var að fara að ángra mig. Já. Þú veist að skammast þín fyrir þetta? Já, fór að skammast mér fyrir þetta og krakkarnir voru að gera grína mér og taka eftir þessu og svona. Og svo 12 ára aldurinn þá fer ég suður, þá fer mamma með mig suður og ég fer í einhverja greiningu, ég fer til svona taugasérfræðings eða eitthvað slíkt. Já. Sem að greinir mig með Tourette. Já. Þá höfðum við aldrei heyrt um þetta. Nei. Nema mamma hafði heyrt um þetta, bara stuttu áður, þess að hún fór, ástæðan fyrir fórum suður var þá hann var að fara að grunna þetta að vera Tourette. Já. Þá var hún búin að vera að lesa sig til um þetta, sko. Okay. Hvað þetta geti verið. Já. Og finnur hann að þetta gæti við eitthvað sem heitir Tourette og þegar ég fer til lækni hérna á Akureyri þá var engum í hug Tourette þess að menn bara þekktu þetta alveg. Samt ég náttúrulega klárlega ekki í fyrsta tilfellið á Akureyri en þegar ég greinist með Tourette þá til þess að kennarar og annað í skólanum og það var allir bara að engin hugmyndu hvað þetta var, sko. Nei. Núna vita flest allir svona hvað Tourette sko. Já, ég þetta sé svona haldist svolítið í hendur við, sko, því að ég var að tala hérna fyrir þáttinn, var að segja frá því að hérna, ég með þessa áráttu þráhyggju sem ég talaði og skrifaði sem er hérna obsessive compulsive disorder, kallast það á ensku. Ég hef lesið mér svo mikið til það, verandi með þetta sjálf, það hef ég lesið að Tourette heilkennið, ef svo má orðið komast, nátengt áráttu þráhyggju. Og þetta eru þessar tvær raskanir tengjast einhvern veginn, sko, í heila stöðunum, sko. Já. Þetta er og það ekki margir sem hefur heyrt talað um OCD eða áráttu þráhyggju, sko, bara
fyrir svona 10 árum síðan, skilurðu, var ekki fólk farið að tala mikið það, sko, og ég held að sé bara svona byrja, sko, fyrir nokkrum árum að vera einhvern veginn svona almenn vitneskja það á Íslandi, maður sko. var bara óþægur, já. erfiður, og þetta tengist svolítið, þú upplifðir líka svolítið svona þessa þráhyggju. Já, þessi fylgir svona alltaf ofvirkni og þráhyggja og athyglisbrestur og ég held ég sé ekki ofvirkur, ég held ég hef aldrei greinst ofvirkur. Nei. Það hefur heldur aldrei háð mig þannig að ofvirkni lýsir sér oft þannig að það verður bara mjög erfitt að eiga við það. Ég var fullur á orku og vissulega örugglega erfiður á köflum en ofvirkni var ekki, en aftur á móti athyglisbrestur eitthvað sem hefur fylgt mér og þetta OCD líka, sko. Já. Það fylgdi túrréttinum hjá mér, sko. Já. Og upplifðirðu mikla skömm, sko, þegar þú varst að áttaði á því að þetta væri, sko, bæði varandi þráhyggjuna og túrréttu, upplifðirðu þessa skammartilfinningu svona inn í þér og var það að valda þér kvíða og svoleiðis? Nei, það er rosa fyndið samt hvernig ég upplifði þetta. Þess að ég þarna var ég búinn að vera í 2 ár, bara vissu það væri eitthvað að, sko. Já. Og mér leið náttúrulega bara mjög illa yfir þessu, veist, og á þessum tíma, krakkar náttúrulega eru bara eins og krakkar eru og gera grín og þau eru ekkert endilega meina eitthvað illt með því, kannski getur þau bara vinalið stríðinu stundum, sko. Ég aftur á móti, sko, leið svo illa yfir þessu tímabili að ég þegar ég fæ það fréttir að ég sé með Tourette, sem sjúkdómur sem að læknast í rauninni ekki, þú læknast ekkert af honum. Nei. Hann getur minnkað með árunum eða staðið í stað eða versnað eða eitthvað slíkt. Þá var mér rosalega létt. Já, að vera komið nafn á þetta. Já. Þarna var bara búið að fastsetja það að þetta var engin vitsemi, ég var ekkert bara með endalausar kæki og þá fekk ég líka, mér fannst, sko, það losnaði pínu við svona spennuna á mér, sko, að reyna alltaf að hætta þessum kækjum. Já, akkurat. Af því að það var, ég átti alveg að geta hætti bara. Já. Það er þannig að þú ert með kæki, það var alltaf sagt við bara, hættu þessu. Já. En þarna varstu komið með nafn á þetta og þetta var í rauninu, sko. Já, þarna var ég ekki lengur, sko. Röskun. Já, var eitthvað slíkt, þó ég hefði svona ekki hugmyndu hvað það væri og slíkt, sko. Nei. Og talaður það, manstu eftir því hvort þú útskýrt það fyrir krökkunum og svoleiðis í skólanum, félögunum? Nei, sko, það er svo fyndið. Ég samt sem á skammaðist mér fyrir það að vera með eitthvað. Já. Mér leið illa við því að vera með Tourette. Mér fannst ég pínu annars flokk, sko. Já. En svona einn með sjálfur mér leið mér betur að vita af því, sko. En mér fannst ekki gott að aðrir vissu það. Nei. Og enda kannski líka vegna þess að þó þú hefði nefnt að við krakkan og verið með Tourette, þá hefði það kannski ekki sagt þeim mikið. Nei, því ég held að krakkar náttúrulega bara á þessum tíma, skilur, þau bara gerðu sér ekkert grein fyrir hvað það var og bara, ég man bara eftir þessum árum, sko. Ég hef örugglega ekkert verið skárri og ég hugsa oft tilbaka að maður hefur kannski verið leiðilegur við einhvern sjálfur, sko. Og það alltaf ekki gott, en þessum tíma var bara einhvern veginn stríðinni, það var ekki svo mikið talað um þetta. Það var ekki svo mikið talað um einelti eða stríðinni, sko. Upplifirðu þegar þú lítur tilbaka og að því það er svo mikil umræða í dag um einelti og svona fólk að skilgreina það og tala um hvað það þurfa að gera. Upplifirðu að þú hafi verið lagður í einelti og lítur tilbaka, eitthvað sem þú hefði bara talið vera stríðinni, skilurðu þá? Ég veit það ekki alveg. Vissulega, þegar ég var yngri, þá leið mér pínu svona, ég var pínu útundan og svona, ég átti mikið að vinum alltaf framan á, sko. Já. Og svo svona fjaraði svolítið undan því, sko, á unglingsárunum. Og það er svona, það er alltaf einhver viss atriði sem að sitja í manni, sko, síðan maður var krakki. Já. En ég held, ég hef örugglega verið lagður aðeins í einelti, kannski, en ekki alvarlegt, sko. Nei. En nótið þess að ef þetta væri barnið mitt í dag, sko, þá hefði ég áhyggjur, sko. Já, akkurat, nákvæmlega, það var það sem ég var að fiska eftir. Þú áttar þig á því núna, þú lítur tilbaka að þetta var meira en stríðni, sko, oft. Já, á köflum, sko. Já. En eins og þú segir, það var bara ekki verið að tala mikið um þetta orð, einelti, þó að við séum nú ekki mjög gömul, erum jafnaldrar, að þá var það alveg þannig þegar við vorum í skóla. Það var ekki mikið talað um þetta og nefnt þetta hugtak, einelti. Já, og ég held samt að, sko, það sem var ljótt að segja það, en það er kannski pínu bjarga mér að það var kannski aðrir í kringum mig sem voru að verða fyrir einelti, sem var til þess að það var ekki eins mikið á mér eins og horfa tilbaka þá hugsa mér af hverju
var maður ekki aðeins brattari og hjálpaði aðeins meira til Já. Sem þú hefðir kannski gert ef að sjálfstraust þitt hefði verið meira eða sterkara, sko. Já, hugsanlega. Já. En þér leið ekki rosalega vel í skóla, var það svona að því að námi gekk ekkert alveg snurrulaust fyrir sig eða hvað? Nei, námi náttúrulega gekk svona úlingsárunum ekkert sérstaklega vel. Ég man þú sagði það einhvern tímann, þannig að ég þorði alveg bara að orða þetta svona beint, sko. Já, ég er ekki sterkur námsmaður og hefur aldrei verið það, sko. En ég er rosalega heppinn bara eins og með foreldra, auðvitað lögðu þau áherslu á það að ég myndi standa mig í skóla. Já. Og pabbi var alltaf mikið á sjó og svona, en mamma satt með mér, sko, tímunum saman að reikna og skrifa og annað, sko, sem alltaf mér fannst alveg drepleiðilegt, sko. Og kannski líka fannst mér bara svo leiðilegt af því að ég var ekki góður í því, sko. Nei. En hún ótrúlega öflug, sko, en það sem hún gerði vel, finnst mér, og það sem ég hef reynt að tileinka mig sjálfur við börnin mín, er það að skóli er ekki allt, sko. Vissulega er gott að hafa góða menntun og það verður aldrei, ég dreg það ekkert í efa, en það er svo margt annað í lífinu sem skiptir máli heldur en skólinn, sko. Og það að krakkar upplifi sig endalaust sem misheppnu bara að þeim gengur ekki vel í skóla, er náttúrulega bara, það er algjörlega glórulaust. Já, það er agalegt og það er svolítið við höfum, svolítið sem samfélag, við haldi því mjög lengi að svona markmið, eða sko, viðmiðið er einmitt og bara í skóla, maður mann eftir þessu, þú veist, að vera góður, að læra og ef varst það ekki þá einhvern veginn, já, hvað ætlaðir þá að gera? Var eiginlega bara spurningin, sko. Hvað ætlaðir þá að gera? Það var viðhorfið, sko. Hvað ætlaðir að gera við liðið þitt? Já, ég fór einu önn í kokkinn sem reyndar var örugglega bara með betra ákvörðun sem ég gert, því að svo sem var bara einu önn, en ég lærði því samt undirstöðatriðin og mér var gaman að elda og svona, sko. Já. En ég borðaði náttúrulega bara svo rosalega mikið því ég var það, þannig kannski ágæti hætti því líka, sko. Það heilsumarsárstæð. Já, ég ákvað svo bara að fara til Kanada og spila hockey. Já. Ég var góður í hockey. Það var nefnilega málið og það var þess að ég ætlaði að spyrja það. Það voru ákveðnir nefnilega, þú eins og allir unglingar og bara allir einstaklingar hafa ákveðna hæfileika og skiptir svo miklu máli að styrkja krakka í því og hvetja þau til þess að rækta hæfileika sína. Þú sem að fannst svona fyrir ákveðnu vanmætti í gagnvart náminu, þú hafðir þarna augljósað að þú varst sterkur í íshokkí og varst að æfa það að fullu. Og síðan tók tónlistin við og þetta hefur skiptið alveg rosalegu máli. Þetta held ég bara bjarga lífið mínu, svona alveg á þess að grínast. Bara þess, sko, ekki þannig að ég hefði endað það, heldur þannig að mér liði vel, sko, í dag. Og ég er afskaplega hamingjusamur og ánægður með lífið í dag og hef verið það í mörg ár. Ég held bæði, kannski sérstaklega hockey, þess að það kemur á þeim tíma sem mér leið mjög illa í skóla og leið ekki vel. Það átti ég alltaf sterkan kjarna af vinum á Skautsvellinu. Og þar eyddi ég öllum mínum stundum. Og varst sterkur, var það ekki í íþróttum? Jú, ég var góður sem úrlingur í hockey og einn af þeim sem kannski svona skaraði fram úr og það er svo mikilvægt fyrir krakka úrlinga og sem ég hef stundum farið, ég hef farið aðeins í skóla og talað, búin að fara 3 sinnum hérna fyrir norðan í skóla og tala aðeins unga fólki. Það er svo mikilvægt fyrir krakka að upplifa að þið gangi vel, að það sé gott í einhverju. Já, skiptir öllu máli. Og þegar að foreldrar til dæmis sjá það, hvaða er sem krakkarnir eru góðir í, að ýta undir það, að hjálpa krökkunum að nýta þá hæfileika út í annað vegna þess að ef þú ert góður í einhverju einu, það kemur til að nýtast þér í svo mörgu öðru heldur en bara allir sem hjá mér að spila hockey. Af því að sjálfstraustið eykst alveg helming og það smitar út í aðra hluti sem hún gerir í lífinu. Já, nákvæmlega og ég meina, þú veist, maður svona, einmitt, svo ég grípi boltana því sem þú veist að segja, sko, það sem skiptir svo miklu máli er, sko, að því að það er margir foreldrar sem hugsa sem svo og kannski eðlileg viðbrögð svona fyrst, ef barninu gengur ekki vel í námi eða barninu gengur ekki vel í náminu þá kannski bara vert að láta það bara læra sem mest og vera ekki í einhverju öðru, sko, sem að getur truflað það frá lærdómnum, sko. Þú ferð ekki að æfa þetta eða hitt, það gengur ekki nógu vel og þú þarfst bara að læra og þú bara eyðir hérna 4 klukkutímum eftir skóla og lærir og ferð ekki eitthvað að æfa eitthvað.
sem að verður alveg örugglega ekki til þess að barnið verði eitthvað sko bara allt í einu mikið sterkara í náminu en hins vegar verður kannski til þess að það alltaf frá morgni til kvölds að gera eitthvað sem það ekki sérstaklega gott bara í. Bara moka skurð, endalaust sko. Og í staðin fyrir að það sé kannski einhverjir 2 klukkutíma á dag þar sem það einhvers staðar sem það nýtur sín vegna þess að svo bara lýkur grunnskólagöngunni og þá skiptir mestu máli einmitt að viðkomandi sé með sterka sjálfsmynd og nokkuð gott sjálfstraust til þess að velja sér þá bara einhvern annan vettvang. Já. Þú veist, þetta er raunur það sem gerist í þínu tilviki, ekki sant? Já, eins og ég með hockey, það, veist, mér leið bara alltaf vel inn í Skautavöll. Og það náttúrulega fyrir utan bara það að líða þannig að þú verið góður í einhverju og einhvers verður, þá var óbúslega gott fólk í kringum Skautafélagið á þessum árum. Bæði krakkarnir sem ég var að æfa með og þessum tíma var þetta líka oft, það var svona Skautafélagið var að fá svona krakka sem voru ekki nógu góður í fótbolta eða nógu góður í handbolta. Já. Það var svolítið svoleiðis, sko. En svo duttu þetta en ég var bara yfirleitt sterkur í flestum íþróttum. Ég var bara fínn í fótbolta og handbolta og æði gegnum yngri flokka með Þór og við vorum svona nokkrir strákar sem að duttum hann inn sem voru bara svona íþróttusinnaðir. En svo var fullt af krökkum sem voru æðið þarna sem voru í rauninni alls ekki með þessi íþróttageni í sér, ef maður segir. Og þannig var Skautafélagið rosalega mikið byggt upp að það var alls konar fólk. Og fólki sem var að halda utan þetta. Svo ég nefni bara Magnús Einar Finnsson heitinn, veit nú ekki hvort þú þekkir hann, en hann var formaður Skautafélagsins og þegar ég var gutti og hann fór með okkur strákurum allar unglingaferðir og hann kom alltaf með auka svefnpoka í hver einustu ferða því að hann vissi að ég myndi gleyma mínum og hann bauð okkur í mat heim til sín og bara algjörlega frábær kall. Bara maður sem að bara skipti verulega máli fyrir þína bara framtíð og farsæld. Skipti ótrúlega miklu máli fyrir mig. Bæði bara vinnirnir í Skautafélaginu og svo eins og hann, sko. Og líka foreldrar, fólkið í kringum krakka sem líður ekki vel, það það sem skiptir öllu máli. Það ekki námið, það ekki hvað það fyrir að vinna við eða hvað það gerir, sko. Það bara fólkið sem hefur í kringu því. Og svo uppgötvaru sko, tónlistarhæfileikana, gerist það ekki bara á þessum árum líka? Eða var það seinna? Jú, það gerist svona á unglingsárum, sko. Þá það gerist eiginlega bara, ég var svona alltaf að glamra eitthvað á gítar en ég var ekki góður og ekkert ennþá góður gítarleikari, sko. En einhverja ástæðu vegna þá fór ég plataði hún Hrönn Sigurðardóttir sem er Íslandsmeistari í vaxtarækt. Og veit hver hún er? Já, hún var alltaf eitthvað að syngja og hún var vinkona kærustu minnar á þessum tíma og ég fór eitthvað að spila undir með henni og fór að syngja með henni og ég var alveg skelfilega lélegur, sko. Var það? Já, ég var rosalega lélegur, sko. Hún var nefnilega þrælsterk söngkona og ennþá í dag, sko. Og þetta einhvern veginn vatt upp á sig og ég fór svona að semja eitthvað og klamra og ég ætla á upptökur sem ég tók upp heima og svona og texta og svona, þetta er alltaf alveg þetta geymt í vel læstri kistu, sko, svo þau eru dreigð frá að 50-samruninu, þá er spurningum að gera það, sko. En sem gott atriði. Þetta eitthvað sem að, sko, eitthvað sem að á þeim tíma, þó ég hafi ekkert verið voðalega góður í, mér leið eins og ég væri ótrúlega góður í þessu. Og fékkst líka hvatningu heimanna? Fékk hvatningu, skilur. Já. Og það Það hlýtur nú að vera, vegna þess að þú heldur áfram einhvern veginn í þessu og ferðan á árangri, skilur, og þú bara ferð að vera góður og þú æfir þig bara áfram. Já, en ég fann samt alveg, svo því ég gáði mína fyrstu plötu, sko, þá voru það fyrstu viðbröðin, sko, að ég erfði þarna pening eftir frænda minn, eða bíl eftir frænda minn í rauninni. Hann lést í mótorhjólsleysi og sem að margir þekktu. Margir þekktu hann, algjör snillingur. Ég ákvað að nota alla peningana í það að gefa út plötu. Ég var ekki búinn að gefa út eitt lag fram að því, sko. Þannig séð, sko. Hefði hann ekki einmitt hvatti til þess? Já, hann var einmitt típan í það, sko. Já. En ég fann alveg svona fólk í kringum mig, fólk var svona, er þetta málið það? Eyða öllum peningunum í þetta og rúmlega það, sko, setja mig einhverja skuld og ég var bara einhvern veginn svo harð ákveðin að þetta væri bara, ég yrði að gera eitthvað við þessu lög sem ég átti, sko. Og bara frá því ég gaf þessa plötu hef ég unnið við músík. Sem er alltaf bara
magnað, sko. Já, sem alltaf heilmikið hark, sérstaklega hér bara á Íslandi og markaðurinn sjálfur sér ekki mjög stór, en þú einhvern veginn alltaf haft heilmikið að gera og líka bara skapa þér vettvang sjálfur. Já, svo alltaf snýst þetta bara það að finna sér verkefni og búa til verkefni þegar það ekkert að vera. Nei, akkurat. Og svo líka eitt sem ég teki eftir í þínu fari sem að ég svona velti fyrir mig hvort það tengist svolítið, kannski þinni fortíð og þetta að þekkja þessa líðan að vera kvíðinn og vanmáttugur og svona. Þú ert alltaf tilbúinn að spila einhvers staðar, ég nú svo sem ekki auglýsa neitt sko sérstaklega, en ég svo að rekjum á ef það verið að safna peningum fyrir eitthvað, gott málefni eða eitthvað, þá Rúnar F. mættur á svæðið og eða á upptökin að því eða hugmyndin að því að nú þurfum við nú að safna fyrir þessu og hinnu og styrkja gott málefni. Heldur þetta búi í þér svona þessi grunnur svolítið að einhvern veginn að þú ekki alltaf siglt svona lignan sjó? Já, það geti alveg verið að spila eitthvað inn í. Ég held að sé nú meira kannski bara uppeldið, þú veist, foreldrar mínar eru óbúslega gott fólk, sko. Já. Ekki það, þú veist, finnst örugglega öllum mömmu sinni og pabbi vera frábæri, sko. Já. En þau eru samt svona, hafa alltaf verið þannig, sko, að, þú veist, alltaf ég man eftir því sem krakki, þú veist, það var að stríða mér, sko. Já. Það var alltaf imbrað á því að í rauninni passa mig á að láta ekki öðrum líða eins illa og mér liði, sko. Nei, ekki taka þátt í svona gagnvart öðrum, þó að, þú veist, ekki færa þín vandamál yfir aðra og verður góðuð þennan og veist, ég man eftir, veist, ég var í saumum sko, í 8. bekk sko, þá var ég að prjóna og ég var ekki sterkur þar heldur. Segir tvö. En þá átti ég að gera eitthvað hú en úr varð ennisband þegar ég komst ekki lengra og ég sérst prjónaði ennisband á eina, það var stelpa sem var fötluð sem var með ykkur í skóla og ég prjónaði sérst ennisband á hana sko. Það er eitthvað sem að... Já, það bara lá beint við. Já, mér fannst það einhvern veginn, það var svona, og ég hef alltaf einhvern veginn haft svona í mér að, og finnst það bara skipta rosa miklu máli að hérna... Að gefa af sér. Að gefa af sér sko, því að ég hef verið ótrúlega heppinn þrátt fyrir það að hafa stundum kannski ekki liðið vel sem unglingur. Í seinni tíð ef mér gengið vel, ég fengið að vinna með það sem ég hef gaman á, þykir óbúslega vænt það. Ég er búinn að ferðast heiminn við að spila íshokkí eða syngja tónlistina mína eða ég á heilbrigð börn og fjölskyldu og hef það ótrúlega gott. En þarftu ennþá að glímur við kvíða? Af því nú veit ég að kvíði hluti svolítið af sko, Tourette og kvíði tengist. Tourette stundum viðbragð við sko, kvíðanum af því ég veit eins og með Tourette og OCD að eftir því sem kannski meira álag og tilfinningalegt álag jafnvel og maður lifir ekki alveg reglusömu lífi og svona, þá eykst þetta, þannig að þetta kvíðatengt. Ertu sko glímuru svolítið við kvíðan, þú veist, svona dagstæðilega? Nei, ekki í dag eiginlega sko. Nei. Svona nánast alveg laus við það sko. Já. Auðvitað koma tímar þegar maður líður eitthvað ekki 100% sko. Nei. En ég myndi ekki segja eins og ég var lengi vel sko, þá fann ég fyrir svolítið þunglindi og kvíða sko. Og ég var ekkert endilega að ræða það við fólk, heldur bara, reyndi maður bara svona að harka af sér og ítæði undan sér eitthvað og best að maður tala bara ekkert um það og svona. Það bara fór þetta á endanum. Já. En svo í seinni tíð hefur ekki verið sko. Ekki hefði þig. Nei, ég held kannski bara þegar ég bara svo sáttur. Maður horfir í kringum sig og allt það sem að gerast í heiminum. Sýrland og bara allt, ekkert bara það, bara stríð eða fátækt eða sjúkdómar og maður situr hérna í stúdíu hérna á N4 og drekkur 3 lítra kaffi hérna í brúsaðina. Hefur það ótrúlega gott sko. Já, það þetta rétt sko. Þannig að það ekki vinnan að kvarta. Mjög góð skilaboð. Þú ert bara gangandi fyrirmynd hérna, Rúnar. Mér finnst það. Já. Ég vildi fá það því þú kemur alltaf svo oft til þess að tala um bara eitthvað gigg og eitthvað svona í sjónvarpi. Mér fannst það dýrmætt fyrir unga fólki og foreldrana aðeins að hlusta á það. Hvað hefur þú verið að takast á því þegar þú varst yngri og hvernig þú vannst úr því? Takk fyrir komuna og við kveðjum héðan af N4 og sjáumst aftur í næstu viku. Bless.